Ja, Daniel, 1-1 jafntefli á móti stórliði Frakka, hvernig bara svona líður eftir leikinn? Bara mjög vel, þótt að auðvitað já, vill maður alltaf meira færi tvingur og vill maður hendina sem er auðvitað bara eðli fótboltamannsins þú deila aldrei sáttur en við gerum mjög vel í dag og hans mér og bara heyrum með alltaf vel varna menn í hverju einstu stöðu en við erum bara fullið sjálfstraust og finnst það, hvað segir maður, þetta væri bara betra og betra með hverjum leik. Svekkjandi úrslit síðast á móti Úkraínu, hvernig var bara svona að gíra sig í þennan leik, það sem kannski flestir töldu fyrir hana að þetta yrði mun erfiðari leikur? Já, bara auðvitað ætluðum okkur stóra hluti í síðasta leik og fengum ekki út úr því eins og við vildum. Það er aldrei erfitt að gíra sig með fulla völl og allir að styðja því og auðvitað það gaf okkur mikið í dag að það var fulla völlur og hvað segir maður, þú verður ekki þreyttur þegar það er þannig. Þetta franska lið, okkur virðist ganga bara nokkuð vel með það, fyrirleikurinn líka góður og svona, bara hvað gera það verkum að okkur gengur vel á móti Frakklandi? Bara, ég veit það ekki, tala með að vilt ekki gíra sig leikja á móti góðu liðum en bara við sýnum bara við mötsum það í mörgum hlutum inn á vellinum og náum að halda í bolta sem að kannski Ísland hefur ekki verið að gera mikið síðustu ár þótt að það telli ekki alltaf boltavellinum en við fengum veist í dag og við erum nokkuð sáttir með það. Hvernig bara leið þér inn á vellinum í leiknum? Mér leið bara mjög vel, fannst ég sýna það að ég heima hann inni og þetta varnarmann finnst það erfitt að fá þessi 5 mörk í síðasta leik og ákveðið setur hvað segir maður, já hvað er bara erfitt að fá sem varnarmaður að fá þessi 5 mörk en við sýndum góða kafla í dag í vörninni og lokuðum vel á og þeir hafa skorað 2 mörk en við bara erum mjög sáttir held ég við þessi úrslit og já hvað segir maður, þetta er ennþá í okkar höndum. Hvernig er að díla við Mateta, náttúrulega risastór og svo mikill skrokkur, hvernig er að díla við hann? Bara skemmtilegt að hann fá að máta sig við bestu leikmenn í heimi, hann spilar í ensku deildinni og bara alltaf gaman að máta sig við bestu leikmenn. Eins og segir, þetta er ennþá í okkar höndum, draumurinn á lífi. Akkurat. Takk fyrir þetta, Daniel.